Arnar, til hamingju með, þú varst í öðru sæti langhlaupari ársins 2020. Þú náttúrulega þekkir fyrsta sæti ágætlega, búin að vera tvisvar í fyrsta sæti en að þessu sinni í öðru sæti og bara frábær árangur. Litast kannski pínlítið af síðasta ári, ekki satt? Jú, ég er alltaf bara mjög ánægður að vera í topp 2 og Hlynur alltaf bara á þetta því mikið skilið. Ég er alveg viljað hlaupa maraþon á síðasta ári en við náttúrulega fjallu bæði niður sem að vara, eða bara öll niður sem að vara að reyna að komast inn í. Já. Og það er mjög svekkjandi þegar maður svona matformið að vera í svona 2.15, 2.16 formi og vera tilbúin að geta slegið Íslandsmetið en það bara eins og það en við náttum samt bara gott ár og mjög skemmtilegt ár í rauninni sko, þrátt fyrir alla erfiðleikana. Já, ok. Ég sé að þú ert komin gefur kostaður í landslið, utanvegarhlaupa landslið sem er að fara út í haust til Thailands. Nú ert þú búin að leggja svolítið áherslu á götuhlaupin og auðvitað sé þið náttúrulega í utanvegarhlaupi líka en svona er þetta eitthvað svona nýtt, einhver kúvending eða bara fara að prófa þessa leið líka? Mér finnst það bara mjög spennandi verkefni í rauninni sko. Og ég held að ég geti staðið mig vel í þessari vegalengd og finnst mikilvægt að þeir sem eru fremstu hlaupar að gefa kost á sér og þannig að þetta svona kitlaði svolítið þannig að ég ákvað bara að slá til og ég held að þetta verði mjög skemmtilegt verkefni. Já, örugglega. Hvað þá með, en sem sagt ef við horfum núna á götuhlaupin og það sem þú ert búin að gera, nú ert búin að vera svona leynt og ljóst af því að stefna á Ólympíuleikana og byggja þig kannski gríðarlega vel upp fyrir það. Hvernig svona horfir þú þá á götuhlaupin og þennan áfanga og hvað ætti að gera núna í því öllu saman? Já, í rauninni þá er þetta náttúrulega Ólympíuleikarnir alltaf svona efst á dagskrá hjá manni og það sem maður hefur verið lengt og ljóst að stefna að bara frá að ég byrjaði í rauninni í hlaupum og það er búið að vera svona hvert einmitt áfallið og fætur öðrum og eins og núna þá lítur þetta út fyrir að lágmarki sé bara 2 klukkstundir 11 mínútur og 30 sekúndur sem er mjög svona litla líkur maður myndi vera að ná í maraþon núna í vor þótt að það sé eiginlega ekkert maraþon á dagskrá sem maður geti tekið þátt í, hvort sem er. Þannig að ég þarf að fara í rauninni bara að horfa til næstu Ólympíuleika og þá þarf maður að hugsa hvað maður þarf að gera til að geta hlaupið 2.11.30 og ég er núna verið að vinna töluvert í svona styttri vegalengdum og hraða núna í þessum vetri og vanni mitt bara rigg daginn í 800 metrum sem var mjög skemmtilegt. Ég held að þetta eftir að telja mig vel inn í síðan sumarið og haustið þegar maður færi sig aftur yfir í lengjuhlaupi. Já. Ertu með ertu búin að skráða í eitthvað í sumar af þessum hlaupum sem eru komin á dagskrá? Eitthvað? Já, ég er búinn að láta vita ég ætla að fara á ættarslóðirnar sem að bæði amma Jóna og afi Jón eru bæði frá Borgarfirði eystri þannig ég ætla að mæta í Dýrfjallahlaupi. Já, heimaslóðir? Heimaslóðir sko, það er mikilvægt að mæta þangað. Þú hefur hlaupið það áður? Já, ég hljóp það 2017 þegar það var haldið í fyrsta skipti og það var bara ótrúlega gaman og með sólina og 20 gráður og ég held að einhver myndir af mér að maður hljóp bera ofan sko sem að meikar engan sens af því það getur verið alls konar náttúrulega veður þarna og þannig ég er mjög spennt fyrir því en annað er svona eiginlega svolítið áttur að bara ráðast sko. En svona ef við bara horfum núna bara næsta hlaup sem þú ætlar að taka þátt í bara núna eitthvað handa með hornin? Það er náttúrulega Íslandsmótið innanhús núna 13. og 14. mars sem ég ætla að hlaupa. Í hverju? Það er allavega í 1500 metrum og 3000 metrum og svo mögulega að hlaupa líka 800 metra þannig að ef maður getur náð þá er mjög gaman að reyna við þess konar þrennu sko. Já, þú ert í hraðanu núna til þess að reyna að ýta í tímanu niður í lengri hlaupunum. Já, það er mikilvægt að ekki ýta á það allir ætti að vera að vinna þá í hraða til þess að verða betri í lengri hlaupum heldur er ég búinn að vinna núna markvisst í 6 ár þar sem að fókusin er eingöngu búinn að vera á úthaldi og þolið og þá er mjög sniðugt að taka þetta aðeins aftur þar sem maður setur fókusin á hraðan og þá verður síðan allt annað auðveldara í kjölfari. Vonandi bara einhver bomba í kjölfarið af því. Nákvæmlega. Flott Arnar, takk fyrir þetta. Takk fyrir þess.